Komið þið sæl og verið velkomin í podcast K.is og heldur betur gleðileg jól. Það er stórfréttir af Liverpool í dag og svo sem nóg að frétta eftir leiki vikunar og við erum á tímabilið rétt rúmlega hálfnað, þannig að þetta verður þátturinn lengra lagi held ég í dag og með mér til að ræða þetta eru að vanda Magnús og Sigursteinn. Magnús, þú ert í klára Breiðholtinu? Já, heldur betur. Við spennt. Steinið þú út á þínum stað? Já, hellirinn klár. Grái. Hellirinn klár, það líka vel á. Herðu, þetta, eins og ég segi, það er bara gleðileg jól. Við höfum fengið ansi vaglega jólagjöf og Steini, ég heldur byrja bara þér. Liverpool að senda núna risastórt statement með kaupum á Van Dijk. Kannski kemur ekki það mikið óvart að Liverpool að kaupa en við vorum ekkert að búast þessari tímasetningu kannski í dag og fyrsta pæling bara held ég að segja, hvað áhrif hefur þetta á Liverpool og þá er hún ekki meina bara liðið, heldur bara félagið í heild? Ég held að þetta er bara risa statement. Ég meina, hversu langt er síðan að Liverpool frá þegar koma leikmannakaupum og slíku gat sagt að þeir voru eitthvað best í heimi fyrr og síðar eða stærst. Men þetta er dýrasti varnarmaður allra tíma. Slóu metið sem að setti núna síðasta sumar. Auðvitað brenglaðist leikmannamarkaðurinn mikið við þessi Neymar kaup í sumar, en þetta er bara alveg risa statement. Við eigum eftir að sjá núna alveg fullt af alls konar kommentum, misgáfulegum kommentum að menn sé að ofborga fyrir leikmanninn og það er allir leikmenn í dag sem að ganga kaupum og sölum eru á yfirverði. Það er bara að segja sér sjálft. En bara að menn skildur inni klára þetta, menn klúðruðu þessi sumar með svona kjánalegum hætti. Klopp sjálfur skilst mér að hafi átt stærsta sök þar, hvernig hann lét nappa sig, þeir vildu fá þennan mann nummer 1, 2 og 3, hann vildi ekki fá neitt annan backup og nú er hann að fá sinn mann og hann er að borga alveg gommu fyrir hann, en þetta er fyrstu kostur og þetta er maðurinn sem hann er búinn að sjá inn í leikkerfi og þetta bara sendir þvílík skilaboð út í fótboltaheiminn að það hálfa væri hellingur. Ég er búinn að röfla þetta, ég veit ekki hversu oft í þessum podcastum okkar hvað mér langaði mikið að fá þennan leikmann. Það sé 1,5 ár síðan ég byrjaði að röfla þetta og þetta er bara algjör draumur að rætast. Auðvitað er Virgil van Dijk að fara að bjarga öllum okkar vandamálum, en þetta er bara risa statement, fyrst og fremst. Það sem við, eins og Steini kannski talar ekki síst, svo sem getum að líka horft tilbaka í sumargluggann og þessi pirringur sem við töluðum þarna í uppgjörsþættinum okkar þar eftir gluggann, þá held ég að við höfum flest allir sagt það að eina sem gæti í rauninni stoppa þennan pirring af með það að vera að fara inn í tíðanbili með Ragnar Klavan og Matip og Löfren sem einu hafsendur okkar, væri það ef að Liverpool myndi bara vera klárt 1. janúar bara með menn eins og Virgil van Dijk. Þannig að ég held að við bara þökkum bara kærlega fyrir það að það var greinilega málið að hann ætlaði sér bara að ná sér í þennan leikmann og það er auðvitað bara, svo Steini sagði, maður verður alltaf að passa sig, það kemur að því einhver stór kaupklipp. En manni finnst bara svo margt í þessum leikmanni sem að rímar svo rosalega við það sem okkur langar í þetta félag. Hann er öskufljótur og það er náttúrulega bara þýðir það að við getum verið ennþá kannski öruggari með þessa háu línu okkar sem við viljum vera að spila, við fara ofarlega á völlinn. Þetta er strákur sem er náttúrulega með heilmikla sendingagetu og þarna er komin hafsend sem að ég er alveg sannfærður að við höfum eftir að sjá vaða upp völlinn. Ég spjallaði nú eitt félagi minn sem er alveg forfallinn Celtic-aðdáandi og þú sé rosalega erfitt að fara að bera það gæði til að delta saman eins og hann var að segja meiri segja í meistaradelda leikjum sem hann spilaði með Celtic, þá er þetta leikmaður sem bara settu þessu hausinn og ætti fram spilandi einhverja þrýrning á enda á skotum og markið og hann skorar náttúrulega fullt af mörkum gegnum tíðina. Þannig hann hefur svo margt sem að manni finnst einhvern veginn ríma saman við þennan fótboltastíl sem við erum að spila. Vinur okkar Ragnar Klavan og Dejan Löfren hafa báðir verið að leggja eitthvað stað, en eftir 10 skref þá stoppa þeir snúa sér við og senda hann okkur miðjumann. En ég er alveg handviss það að þetta er ekki bara varnarlega sem við höfum eftir að sjá
Virgil van Dijk geta hjálpað ykkur því ef það kannski einn ókostur sem að þessi strákur sagði að hann á til að gera klaufaleg mistök og við þekkjum þá svo sem já Liverpool í gegnum tíðina og kannski sérstaklega í leikjum sem að var kannski ekkit mikið að gera þá vantaði kannski upp á fókusinn hans en að móti þetta strákur sem áttur að koma í veg fyrir fullt af mörkum held ég bæði með gríðarlegum stökkkrafti og óbærslegum hraða og svona hlutum og svo hann eftir að skora fullt af mörkum held ég hann kannski fær nú ekki að taka aukaspyrnurnar hann skoraði mikið af mörkum beint úr aukaspyrnu upp í Skotlandi en úr hornum og þessu þá erum við með sko mann upp á 1.91 eða 2 held ég 6.4 held ég sem held ég sé mælist upp á 1.92 eða 1.93 þannig að þú veist það svo margt sem að þessi strákur hefur sem að leyfi sér að gleðast við núna því að við vorum bara að tala saman held ég í gær veinar á Facebook þú veist að þetta væri akkurat dæmið og svo bara 3. janúar það væri City búið að kaupa hann því að maður einhvern veginn var búin að setja sér í stellingar og fara að skoða einhvern ungan mann hjá Basel og eitthvað svona því maður var ekki alveg einhvern veginn komin á þann staðinn að treysta þessu þannig að í dag er maður bara búin að sitja og googla gaurinn aftur og aftur sko. Þetta nákvæmlega mjög skemmtilegt sérstaklega eftir samtali okkar í gærkvöldi sem að við erum ekkert alltaf að spjalla þetta á samfélagsmiðlum en þetta var frábært en Steini aðeins af þessum nótum eins og Maggi kemur hérna, getum við ekki alveg fyrirgefið Liverpool þá að hafa ekki keypt þetta í sumar fyrst þeir eru búin að klára þetta strax 1. janúar þetta náttúrulega öllu leyti miklu betra og betra stefnu heldur en að kaupa eitthvað í sumar, ég var virkilega fúll í sumar þegar við keyptum engan og fannst lélegt að vera ekki með neitt annað í staðinn en ég heldur betur til að fyrirgefa fyrst að þetta er klárt. Hvernig horfir það þér? Og annað líka bara saman þessu vermiðin skiptir einhver máli Liverpool þurft vörnin á Liverpool þannig að við þurfum bæta heimsmetið í kaupverð og miðverði ekki, bara að horfa á það þannig. Ég held að ég hafi sagt það orðrétt þegar við vorum að fara yfir sumargluggann núna í haust að við vorum einum Virgil van Dijk frá því að vera með bara algjörlega frábæran glugga og nú er hann kominn og enn aftur, hann er ekkert að fara að leysa öll heimsins vandamál en eins og Maggi kom inn á, stóra atriðið með hann er hraði og það er það sem við erum búin að vera að tala um í þessu lið af því að varnarlínan er svo ofarlega þá þurfum við miðvörð sem er hraður og er góður á boltan og þar tikkar hann í bæði bóksin. Hversu oft höfum við verið að horfa upp á að við höfum verið að kaupa kosti númer 3, 4, 5, 6 af því að við fengum ekki út af einhverjum peningaupphæðum fyrsta kost. Það sé þetta mjög oft og oftar en ekki þá höfum við setið uppi með leikmenn sem er ekki nógu góður í gæðum. Þarna erum við komið með kost nummer 1 og jú, hann kostaði peninga en sjónvarpsréttar samningar og annað slíkt og rekstur á klúbbnum hafa gert það að verkum að þeir hafa verið að sýna svona aðeins spilin á höndunum og rauninni hafa þeir bara verið að segja bara við eigum alveg til pening ef að rétti maðurinn er í boði. Og það er bara nákvæmlega sem þeir að gera núna. Heimsmet fyrir varnarmann, já, fuck it, við erum bara klárir. Þurftum að gera það. En þetta er sumarbudgetið, það er alveg ljóst að þetta hangir ekkert saman með einhverju sölu og til dæmis á Coutinho eins og margir Nei, alveg klárlega ekki. Ég meina og svo er það alltaf annað sem er alveg klárt mál. Það er alltaf, við vitum það allir að þú veist, Coutinho er á svolítið svona sérstökum stað held ég með það að hann ég held að sé ekkert endilega líklegt að hann vilji vera áfram með Liverpool alla sín ævi en kaupa á svona leikmann eins og þessum inn í lið sem að vonandi getur það gert atlögu að einhverju meira heldur en bara þessu sem við erum að horfa í dag að vera að keppa í fjórðarsætið. Það vonandi bara ýtir undir það að ekki bara Coutinho heldur bara eitthvað kjaftasögum Sala til Real eitthvað svona verður svolítið dregið úr því þegar það er náttúrulega það sem að er að breytast og við vorum kannski aðeins að spjalla með náðum við fórum að staða í útsendingunni. Ég held að Suárez salan og svo þessi leikmannakaup sem að fylgi kjölfarið á því með þeim afleiðingum að rúmu árið setni búið að reka Rodgers og allt sem við vorum búin að vinna okkur inn Sterling farinn og allt þetta því bara þá hafi bara eigendurnir kannski tekið síðustu leksíuna varandi svona leikmannamál og það er kannski annars vegar það sem að hefur auðvitað pyrrað okkur í gegnum tíðina kannski að vera ekki að kaupa endilega marga leikmenn. Ég heldur að við keyptum einhverja 9 þetta sumar eftir að Suárez fór og gera bara einhvern veginn allt til þess að halda í þá leikmenn sem þeir vilja halda og það er bara
ennþá allavega líta bara helviti vel út. Við erum allt í einu komið með það að Robertsonin sem að menn voru að tala um að eitthvað flopp er búin að spila eitthvað hérna 6 eða 7 leiki, það getur enginn hlegið að Oxlade-Chamberlain lengur. Nú kemur þessi strákur inn og hann verður komin í liðið hjá Liverpool mjög fljótlega. Ég veit ekki hvort hann kannski dettur strax inn innan Everton leik sem var kannski fullt snemmt og við kannski ræðum þá eftir hvenær hann kemur inn í þetta. En það er bara þannig einhvern veginn að klúbburinn er núna það sem við höfum svolítið verið að kalla eftir allavega hérna svona gegnum tíðina að bara fara í þessi kaup, þessi big money kaup sem bara eru bara leikmenn sem bara labba beint inn í liðið og gefa þessi statement eins og Steini búin að vera að lýsa. Þetta er bara frábært fyrir okkur. Ég er alveg sannfærður það, þeir gáfu út númerið í dag. Það verður rífandi sala núna í sko treyju númer 4 og Virgil á bakinu vegna þess að þetta er það sem er svolítið búið að vera að gerast núna á síðustu 2 leikmannaklubum. Þeir hafa farið inn leikmenn sem hafa stíð inn í eitthvað pakka með Mane og Sala og núna Virgil. Þetta eru leikmenn sem eru bara klárlega leikmenn í hæsta gæðaklassa og maður er farin að horfa til þess að þeir séu farnir að bara kaupa bara tilbúin gæði og það finnst mér alveg frábært. Svo getum við kannski á hinni spýtinu horft á það að þetta muni auðvitað náttúrulega þýða kannski það að einhverjum svona draumar unga leikmenn sem að muni sennilega fara í kippum á lán frá Liverpool. Bara frábært, það er bara þannig, þetta er bara verða bara þannig að þú getur ekkert verið efnilegur og góður hjá Liverpool, þú þarf bara að vera heimsklassa leikmaður til þess að komast þetta lið vonandi í framhaldinu og þetta hlýtur það að vera komið að hann inn. Keita kemur næsta sumar, ég ætla ekki að lefa mér að vona það í janúar strax, Leipzig er í meistaradeildinni og ennþá Tökum það eftir, Maggi, og þetta mun líka þýða það að við látum okkur dreyma það að næsta vandræðastaða sem við höfum rætt er markmaðurinn, það að fá svona leikmann inn og hann skulle segja nei við Chelsea, segja nei við City, hann mun kveikja í fanbase-inu hjá okkur, að þá hefur þetta áhrif í kringum sig og við erum strax búin að sjá þetta. Ég veit ekki hversu margir félagar mínir á Facebook sem halda með liðinu frá Pakistan eða hinu litla liðinu í Liverpoolborg eru búin að vera henda inn þessum upphæðum og láta borga þetta fyrir varnarmann. Þetta er bara frábært. Þetta er bara það sem við vorum að upplifa í gamla daga og höfum bara ekki upplifað lengi. Við erum búin að vera að kaupa Ilori og Klavan meðan þeir hafa verið að kaupa eitthvað Lindelöf og eitthvað svona og láta eins og hann sé það besta síðan sem kemur frá Svíþjóð frá því að Gulu Volvo var gefin út sko. En ég meina upphæðir eru bara ekki á þeim staðnum, við þurfum að vera á einhverjum pakka og svona leikmannakaup eru bara klárlega það sem að klúbbur, ef hann ætlar sér að fara langt í þessu jafn langt og manni finnst sko Klopp stefna og eigendurnir virkilega búin að setja inn í síðustu 2-3 ár finnst mér, ég hef nú búin lengi að gagnrýna þá finnst mér þeir núna að vera komnir á þennan stað sem að við viljum bara sjá, með allir virðingu fyrir vinum okkar í unglingaliðinu sem ég er gaman að horfa á, þá eiga á ekki að vera svona einfalt hjá þeim að labba inn í liðið, svona kaupið svo þessi, því að það fleiri munum fylgja á eftir held ég og það er bara, þannig bara er það hjá alvöru heimsklassa toppliðum sem við erum með einhverjar aspirationir að vera og sveimir þá, nú getum maður kannski leyft sér að vona bara það að við komist bara, og fyrir utan það, ég veit ekki hvort voru búin að tala um það, lögulegur í meistaradeildina, við breytir algjörlega því átlöki okkar þar að vera komið með leikmann líka sem að styrkja leikmannhópinu okkar í meistaradeildinni og með eftir að fá Klein inn, þá leyfum maður sér bara að vona einhverja svoleiðis hluti þó að enska deildin síðanlega sé dottinn tilbaka, þá er þessi dagur allavega í kvöld og leifir maður sér það að láta sér dreyma atlögu að bikarkeppninni og meistaradeildinni og fara lengra í deildinu og það er bara geggjað að fá einn leikmann, góðan heimsklassa leikmann í bara nokkuð gott fótboltalið. Það er líka málið, hann er ekkert heldur að þurfa að breyta öllu hjá okkur, hann þarf að breyta ákveðnum elementum sem við erum búin að ergja okkur á. Við þurfum ekkert miklu betri sóknarleikja svona heilt yfir og við lendum í einhverju klúðurinn í leikjum inn á milli, en það að fá svona gaur inn í liðið okkar núna er bara godsend og maður setur bara og slefið í báðum unnvikum, það er bara svoleiðis. Steini, meistaradeildin er náttúrulega klárlega faktor en við verðum að það ekki að horfa til Jürgen Klopp. Þetta er náttúrulega fyrsta lagi risa dæmi fyrir hann og þú veist ekki bara Van Dijk heldur sem kemur inn að Keita og Chamberlain og þetta er allt leikmenn sem að lið sem að við höfum verið að tapa fyrir á leikmannamarkaðnum við erum að ná þarna. Er þetta ekki bara hreint og klár Klopp faktor sem við erum að horfa í þarna meira heldur meistaradeildin en eitthvað er? Já, alveg klárlega, ég meina þetta hefur hellingsáhrif. Við höfum nokkrum sinnum lent í því að leikmenn eru að velja London fram yfir Liverpool til að búa í
við höfum verið að tapa þessum keppnum fyrir liðum eins og Tottenham leikmenn. En við fáum þessa London afsökun þegar hann valið sillir milli Wenger og Brendan Rodgers eða eitthvað svoleiðis, ekki líka þetta að horfa á þannig. Jú, en sko inn í end þá hlýtur þetta að snúast svolítið fótboltann og ef þú hefur ekki rosalega trú á projekti hjá Brendan Rodgers og þekkir hann ekki rosalega mikið, þá kannski minna appealing að fara og búa í Liverpool heldur en að fara til London, tökum bara Willian sem dæmi. Ég meina, maður skilur þetta alveg og Alexis Sanchez, maður skilur þetta svo sem alveg, maður litaður og maður skilur þetta samt ekki sem púllari, en ef þú tekur þau gleru af þér þá þetta ekkert rosalega furðulegar ákvarðanir. Þegar að peningurinn svo sami og þú ert fyrst og fremst að spá í svona bara einhverja framtíðarsýn fótboltalega séð og síðan hvar þú ert að fara að búa. Þannig að já, og hjá hverjum þetta fara að spila, undir hverjum. Það sem ég að segja, þessi fótboltalega framtíðarsýn sem að fylgir alltaf náttúrulega stjórunum sem á hverjum einu stað. Þannig að Klopp-faktorinn klárlega að hafa stór áhrif á þetta og við erum bara að horfa upp á þetta núna gerast svona trekk í trekk. Við erum að vinna núna þessa baráttu sem við töpuðum alltaf áður og þetta enn og aftur bara risa statement, algjörð risa statement. Eitt enn Steini var þetta, ég sá nú líka, var þetta verðmiðan, sko, getum við ekki líka að sorgja það, ok, hann kostar 75 milljónir, sko, ég trúi því ekki að það sé bara staðgreitt, sko, þetta einhverja klásúlur held ég inn í þessu, bóðið sem að verða kringum 60, þetta einhver póker upphæðir, segjum sem svo, 75, rest af vörninni sem Liverpool keypt frá 2011, sá ég einhvers staðar í dag, hún það verður 55 milljónir verðmiðin á henni. Vörnin okkur kostar ennþá ekkert það brjálega mikið sko með að við keppur utan okkur. Nei, og í raunin ekki og mér fannst alveg, ég tísti nú aðeins í mig þegar ég sá hvernig Carragher svaraði Gary Neville í dag. Gary Neville var eitthvað að tísta verðið á Virgil van Dijk en Carragher vildi nú meina að þetta væri nú bara ódýrt, fyrst að það væri bara tvöfalt dýrari heldur en Lindelof. Þannig að þetta bara snýst hvernig þú horfir á hlutina. Ef þetta peningur, þá skiptir þetta rauninni ekkert öllu máli hver upphæðin og það virðist vera til nógu peningur. Þeir eru búin að bæta rekstrarumhverfi félagsins alveg gríðarlega á síðustu árum. Þetta alveg bara virkilega stór rós í hnappagati hjá þeim FSG-mönnum. Þeir eru bara búin að gera það. Trekk í trekk að þeir eru að bakka stjórun upp. Síðan það hvort að stjórinn sem slíkur að kaupa réttu mennina. Það allt önnur elín en þeir hafa verið að bakka þessa stjóru upp. Þannig að ég hef verið svona aðeins á hinum vagninum, ekki á sama vagnu og Maggi hefur verið í gegnum tíðina með þessa gagnrýni og ekki bara Maggi heldur. Sérstaklega menn sem eru þarna úti í Liverpool hafa verið mjög gagnrýnir á þá. En mér hefur bara fundist þeir vera að bakka sína menn upp og þeir hafa koffað út upphæðum ef að stjórnir eru að biðja það og enn og aftur eru að sýna það verulega vel í verki núna. Það var ekki leikstíl Liverpool og Southampton, hann getur ekki verið mikið meira frábrugðin en Van Dijk líka búinn að vera meiddur, hann var meiddur frá janúar fram í lok september á þessu tímabili og hefur spilað 11 leiki í vetur, ekki viðbúið að Klopp bíða með hendunum í liðið, hvernig heldur það fari? Jú, ég sko, það ánaldar svolítið að spilast svolítið bara þetta upp í hendunar á okkur held ég, hann náttúrulega ekki löglegur fyrir 1. janúar og ég held að sé þannig að hann vegi ekki einu svona mæta á æfingu fyrir 1. janúar, þannig að það gefur hann náttúrulega klárlega út úr því að hann fer ekki að hendunum í beint inn í byrjunlið í hörku erfiðu leik við Burnley í útivelli. Það náttúrulega alveg freistandi fyrir Klopp að horfa á þennan Everton bikarleik til þess að koma honum eitthvað inn í þetta og ég meina, það náttúrulega klárlega það sem að Van Dijk hefur náttúrulega, hann náttúrulega að spila ekki bara með Southampton, hann náttúrulega hefur spilað mjög lengi á ferlinu sínu upp í Celtic þar sem hann hefur ákveðin element eins þar sem hann fekk að vera mikið með boltann, hann varnarmaður sem fara að vera mikið með boltann í Liverpool, þeir eru, ég man ekki hvað, ég held að séu þeir sem eru búin að vera mest með boltann okkar í vetur, það séu þeir Klavan og Ólafurinn og Matip, því að þeir fá að vera með hann og hann ræður alveg við það.
svo náttúrulega hörkuleikir framundan þar á eftir, ég held ekki City-leikur í næsta leikur eftir Everton, þannig að ég svona leiði mér að gera mér bara vonur það að hann hendi kallinum inn á móti Everton, því við þurfum nú bara treysti í því að menn móðgist ekki fyrir hönd Ragnars Klavan, en það náttúrulega verður ekkit skynsamlegt að stilla upp Liverpool á móti Manchester City með þá ágætu menn Klavan og Löfren í hafsendunum og Van Dijk á bekknum, það á móti City, þannig að ég held að við sjáum hann á móti Everton, maður veit náttúrulega ekki hversu mikil þessi meiðsl eru og hvernig þetta, ég held að hann náttúrulega ekki meiddur neitt núna. Er þetta ekki bara alveg klart mál, hann var bara í verkfalli? Nei, hann bara kom, hann byrjaði bara í september að spila, hefur verið að spila síðan þá, ég meina bara, mista þetta úr og hefur ekki verið kannski samur eftir það, Nei, hann var ekki hópandi í síðasta leiki á þeim, Hann búin að vera utan hóps núna í síðustu 2 leiki, en það var bara út af þessu kaupferlinu, þannig að hann er klár. Ég ætla að tippa það, hann spilar á móti Everton með annað augað á það að setja hann í þennan Manchester City leik, það bara hljómar allt öðruvísi að Liverpool verður komið með Virgil van Dijk í varnarlínuna móti City-liðinu heldur en ekki, þannig að ég vonast til að sjá það og ég held að það ekki bara það, hann náttúrulega líka búin að spila með hollenska landsliðinu, hann alinn upp í Hollandi, þannig ég held að ein ástæði fyrir því að Klopp steig þarna við línuna í sumar og sem kannski var til þess einmitt að Van Dijk hugsaði með sér, ég vil bara fara til hans, hann gerir allt fyrir mig, að sé einmitt svo að hann áttar sjá því, þarna með snöggan ball-playing hafsend sem þurfi kannski ekki alveg sama tíman eins og til dæmis Robertson eða Oxlade-Chamberlain þurftu til þess að spila sína stöður, það sé bara leikmaður sem bara dálítið tilbúin til þess að bara detta beint inn í liðið, þannig að ég gerir mér vonur það að hann geti gert það og þú talar um Southampton, þegar Koeman var að spila var með Southampton, þá voru þeir alveg að reyna að spila boltanum, þeir voru ekki þetta típiska breska húflið liggjandi tilbaka og neglandi fram, þannig að mér finnst ekki vera stór og mikil breyting fyrir hann, nema það kannski bara í vetur þar sem Southampton alltaf hefur verið með frekar slagt lið og fyrir það frá áramótu kannski, Getum við líka hort kannski eitthvað í tíma sem Celtic þar sem hann er vanur í þar að spila liði sem jafnan miklu betri aðalinn leikinn, Ég heyrði á getur umræðu til dæmis Alfred Drack núna í dag Ragnar Klavan. Ætingin á honum, hann farin að venjast í að spila í liði sem jafnan betri aðal eftir að hafa verið í landsliðum og félagsliðum sem hafa alltaf verið svona hálfgerðir underdogs. Heldur að við getum hort aðeins í það líka og eins og Maggi segir, hann alltaf ekki allur hans tími við Southampton sem hann hefur verið. Já, þetta klárlega einn af stóru punktunum hjá Klopp við að ná í hennar strák hversu góður hann með boltan í löpunum og eins og við erum búin að fara koma inn á í þessum þætti áður að hversu lengi í hverjum leik erum við að horfa á miðverðin okkar vera að halda boltanum innan sinnar að því að það er verið að leita að opnunum og sem betur fyrir þá kunna menn sín takmörk, þið sjáu það alveg á Ragnari Klavan, hann er farin að læra betur á sín takmörk, hann er ekki að fara að skapa neitt þarna, hann gerir hlutina bara einfalt og bara reynir að gera það örugt sem það sem við viljum helst fá frá honum, en við gerum allt aðra kröfur til Virgil van Dijk þegar hann fara að spila með liðinu. Ég held reyndar að hann megi, þetta er samkomulega bara á milli félagana, ég held að hann megi fara bara strax og byrja æfingar hjá félaginu, en hann fær ekki að byrja að spila fyrir 1. janúar og actually þá gæti hann hreinlega verið í liðinu á móti Burnley ef að menn ákveða það og ég ekkert hissa á að sjá hann á bekk jafnvel þar og eitthvað blótað inn, en ég alveg sammála Magga, ég vil sjá hann á móti Everton, ég vil hafa hann kláran í slaginn á móti Manchester City. Hann gjaldgengur í FA-cupið fyrstu umferð, alveg rétt. Maggi lokaður Van Dijk í bili. Við erum líklega að fara að ræða hann aðeins meira í vetur. Það sem er kannski eitt sem skiptir máli líka það að við höfum verið að tala um leiðtoga og það er alveg klart mál að þessi strákur sem er búin að vera að spila allan sem fyrirlið, maður kannski að sjá hversu mikill leiðtogan en það sem maður les hann og heyrði mitt á þessum Celtic-aðdáanda mínum sem við spjallaði við í kvöld til hans að undirbúa mig var nákvæmlega það að hann var, ég held að hvort hann var ekki strax fyrir liðið en við fljótlega komið það hjá Celtic og hann er alltaf strákur sem hefur verið að höndla mikla ábyrgð frá byrjun og það held ég að sé ein ástæðan fyrir því
Klopp vill fá hann inn því að þú veist, það er alveg klárt mál að þessi klisjan leiðtoga í varnarleikinn hefur ekki alveg verið að virka. Ég meina, Lovren hefur alveg átt leiki þar sem hann hefur gert það, en svo er hann líka átt leiki þar sem hann hefur algjörlega að tapa hjartanu, og það er alveg pottþétt mál að það er ein af ástæðunum fyrir því að Van Dijk er tekinn þarna inn. Þetta er strákur sem hann er 19 eða 20 þegar hann byrjar að spila fyrir ágætislið í Hollandi í Groningen og er fundinn þar í Celtic. Það er rosalega erfitt að horfa til Celtic í rauninni með eitthvað samanburð, en á þessum ferli sínum er hann búinn að skora eitthvað 20 mörk í 100 og 190 leikjum. Það er náttúrulega bara býsna gott að skora markið 10 einhverju leik fyrir Hafsend, til dæmis bara frábært. Þannig að leiðtogi, góður leikmaður og sem getur verið að bæta liðið á báðum endunum, bara frábært. Það held ég sé lokapunkturinn fyrir þetta. Hann hefur allt til þess að bera og vonandi verður hann ekki fyrsta stóra nafnin sem floppar, því auðvitað náttúrulega eins nákvæmlega sem Steini sagði hérna áðan, sem er það eina sem að gæti verið. Hann er náttúrulega núna í allt öðru umhverfi heldur hann hefur verið áður af þýlitunni til. Nú er hann komin í lið, eins og ég var að segja áðan, hann er komin í lið sem ætlar sér að ná alheimsárangri, og það auðvitað hafa verið hafsendar. Við þurfum ekki að líta nema bara kannski í liðið okkar, hafsendar eða varnarmenn sem hafa verið að koma til okkar sem við virkilega ætlaði okkur að horfa á verða eitthvað. Við getum talað Sakkorsson og Crystal Palace sem var fyrirlið franska landsliðsins og fyrirlið Paris Saint-Germain 21 árs, sem tóknaði svo að heila. Ég vona að það er ekki eins þarna, en það er það eina sem að hugsanlega gæti orðið eitthvað, það er eitthvað pressa, og ég held einhvern veginn að hann sé bara sterkar og meiri heldur en það, því þessi 26 ára leikmaður búinn að spila 200 leiki í efstu deild sem lykilmaður og fullt af landsleikjum, bara geggjað. Nákvæmlega, látum þetta loður að loka alveg bílu Van Dijk. Það er náttúrulega ljóst að við auðvitað getur að floppa eins og allir leikmenn og svo sem engin ástæða til að fara að ágera því strax. Statementið er allan tíman það sama. Þetta er rosalegt statement og við getum eiginlega ekki verið mikið ánægðari með leikmannakaup Liverpool eins og þessi janúargluggi byrjar, en eins og við talaðum í byrjun þáttarins, þá er tímabilið hálfnað og reyndar einu leik betur núna eftir Swansea-leikinn, og mér langar aðeins að gera upp fyrri hluta mótsins. Bara svona léttri yfirferð og kannski meira á léttu nótunum, við þurfum kannski ekki að taka þetta of alvarlega, en Steini, ef við myndum bara byrja á því, bara þessu fyrstu, að tökum þá 20 umferðir, hvaða einkunn 0-10 gefum við Liverpool og bara framistuðu liðsins fyrir áramót, og þá er ég minna auðvitað með allar keppnir í huga. Já, ég hugsa að ég myndi vera eitthvað staðar í 7, en mér finnst við vera í rauninni með færri stig en við ættum að vera með, svona út frá spilamennskunni, en ég myndi segja að spilamennskan er búin að vera nánast upp á 8, en svona heildareinkunn myndi ég setja þarna í kringum 7. Ég er búin að vera óskaplega ánægður með liðið alveg bara 75% af tímabilinu. Við erum búin að tapa 2 leikjum, töpum við þeim reyndar illa. Við vitum alveg hvernig þessi City-leikur var fram að brottvísun, og síðan náttúrulega bara voru bara jólin hjá Lovren á móti Spurs. Þannig að annars erum við búin að vera meira að minna dómarnir þessar leiki. Við erum bara að skora mikið af mörkum, við erum búin að sjá menn springa út, og þannig að ég myndi segja þetta svona 7-7-5 svo far. Ég sá ekki sitt í leikinu og hvað fór fram þar. Ég var í góðu glensi í Valencia, en Mæki er sama spurning. Já, ég svo samanlega Steini, mér finnst nú svona vegna þess að ég ætla ekki að ergja mig mikið á þessum Arsenal-leik, sem að bara, það sem ég myndi vilja setja liðið okkur upp í 8 vegna þess að ég bara fíla fótbolta sem við spilum. Það er ekkert sjálfgefið í alheimsfótbolta í dag að menn sé á þessum stað, og jafn mikið að maður getur argað á pirringi þegar þeir gera upp á bak í svona einhverjum 5-7-10 mínútna köflum eða í uppbótartíma móti Watford, að þá myndi ég vilja gefa þeim 8 fyrir það að spila fótbolta sem maður vill horfa á. Þannig að, já, bara 8, og þegar maður var fyrir maður fekk að kenna eitthvað hérna í gamla daga, þá er þetta svona dæmi helviti góðan námsmann sem gerir svolítið að klaufavelum eða fljótandi. Þannig er það ekki bara akkurat Liverpool í nótskuld, bara býsna gott fótboltalið sem að gerir klaufavillur inn á milli og situr uppi með það að þeir ekki ennþá komin í 10, sko, sem að þeir eiga kannski alltaf að geta náð svona á góðum degi, sko.
Það ekkert margi leikjum sem af jafnteflisleikjunum sem að Liverpool verðskulda ekki öll 3 stigin. Við höfum verið Alls ekki. Ég fannst náttúrulega, ég er ennþá að ergja mig á þessum tveimur sko, jólaleikjum á West Bromwich Albion og Everton, 2 arfaslög lið sem við létum taka á okkur stig þar sko, en við vorum betri. Ég raunin kannski eina jafntefli sem við getum sagt að hafi verið sanngjarnt var kannski Chelsea-leikurinn út á vellinum, en þú veist, þegar faraði marka 87 mínútur sem algjörst flúk, að þá ertu líka svekktur með það. En ég meina, þú veist, hinir leikirnir náttúrulega eru augljóslega leikir sem við skutum okkur svolítið í lappirnar og áttum að vera löngu búin að klára fyrst mér sko. Og það, þú veist, þegar það tekst einhvern veginn að stýra leikjum betur heldur en við gerum, þá erum við náttúrulega bara með geggjað fótboltalið. Það er bara algjörlega þannig sem það er. Ég bara, mér finnst kannski ágætt sem að dregur saman sko einmitt tímabilið það sem að Wenger sagði eftir leikinu móti Liverpool var alltaf dálítið skraudlegt. Hann sagði að við vorum skítræddir í fyrri hálfleik. Við bara spiluðum ekki við vorum svo hræddir. Hvenær gerðist það þá síðast að Liverpool mætti á Emirates og Arsenal fóru ekki að spila fótbolta fyrir í hálfleik við eitthvað voru hræddir. Ég fannst hann svolítið svona, við gáðum náttúrulega þennan leik bara 400 sekúndum, en það statement hjá Wenger að segja bara eftir leik að we didn't play football because we were so scared. Það er náttúrulega bara ágætis testament það hvert við erum þó komnir. Er það ekki bara sem við erum að sjá í öllum leikjum á Anfield, bara hverju móti öllum liðum heila? Jú, það held ég, og það algjörlega þannig er. Þú veist, ég myndi alveg skilja sko, þegar það var að Swansea að segja þetta í leiks í gær, en Wenger að segja þetta á Emirates, ég veit ekki hvort að það er eitthvað sem maður finnst, sko, væri glaður með maður væri Arsenal-stuðningsmaður. Það er algjörlega þannig sem við höfum hort á, og það er alveg sama hvaða leiki vetur við höfum hort á, kannski minnst Chelsea þarna, þeir komu svolítið ofarlega og voru alveg að matcha okkur upp, en fram að rauðarspjöldina móti City erum við alveg inn í leiknum, þannig að það eru kannski 2 leikir ef þú telur upp í gegnum allan veturinn þar sem að við erum ekki leiðandi aðelin í leiknum. Það er Tottenham úti og kannski Chelsea heima. Það er náttúrulega frábært og þú horfir á Chelsea er langbesta liðið sem við fengið á Anfield. Alveg klárlega, og við erum líka að tala um bara meistaradeildina líka, þó það hefur ekki verið einhver sultur riðill. Það að við höfum ekki unnið þann riðil með fullúsi stiga er alltaf bara grín, alveg á alla handa máta. Við stjórnuðum þeim 6 leikjum algjörlega frá A til Ö allan tíman, vorum bara að gefa Sevilla og Spartak einhverja sjensa, skilur sko. Þannig að við erum að tala um einhverja 30 fótboltaleiki þar sem að kannski 27-8 höfum við bara stjórnað frá A til Ö. Það eru þetta bara frábært og bara aftur gefið fyrir þetta það ef við fáum aðeins meiri gæði sem við erum vonandi að kaupa í dag og fáum næsta sumar og kannski markmann og eitthvað svona, að þá erum við bara með solid basa og góðu liði og frábæran leikstil. Ég held að því vorum aðeins að tala Van Dijk og enda því að ég stein ekki stað. Ég held að skipti líka bara heilmiklu máli ef ég væri fótboltamaður í dag að horfa á því að vera endalaust að horfa á fótbolta. Þá held ég að sé farið að telja að horfa á hvernig við spilum fótbolta. Ég held að sé fyrir þess að gauðra sem eru núna að horfa á Sala sem að horfa á Mani í fyrra. Ég held að sé bara líka, ekki bara Klopp með hans klikkun á hliðarlínunni og læt og allt það, heldur bara, það er gaman að vera í svona fótboltaliði sem er bara urrandi og fullri ferð að pressa og sækja og stemming í kringu. Ég held að það sé eitt af því sem að er klárlega orðið brandliðsinn sem að var kannski ekki alveg komið eins innprentað á síðast ári eins og árið núna. Nú bara sjá allir, þetta er það sem að Liverpool ætla sér að verða á. Það held ég að skipti líka máli fyrir leikmenn sem langar að vera með í svona liði. Mér finnst bara svona til að bæta við þetta. Mér finnst að því við erum að tala um hvar við vorum bara í fyrra á sama tíma. Mér finnst segja mest framfæriðar sem hafa orðið á einu ári bara við horfum á síðasta leik hérna á móti Swansea sem við töpuðum fyrir sætlaða minninga í janúar í fyrra. Við erum með Mane á bekknum, hann er heill, hann spilar ekki, það er ekki þörf á honum. Það er bara hvílan, taktískt, whatever. Henderson er meiddur, hann er ekki í hóp. Lallana kemur inn í nokkra mínútur í restina. Sturridge sést hvergi. Hvað hefðu við sagt farandinn í leik fyrir árið síðan með þessa leikmenn enga af þeim inn í byrjunarliði?
núna hafði maður bara eiginlega akkurat engar áhyggjur af því að þótt að alla þessar menn vantaði. Ekki neinir. Enda líka fórum við bara inn í leikinn og klárum á 5-0. Steini sko, það má ekki alveg horfa fram hjá það líka núna. Munurinn núna á þessu tímabili, á sama tíma fyrra vorum við reynda með einhverjum 8 stigum meira. Þetta bara frábæra fyrir áramóturinn á síðust tímabili. En Liverpool búin að spila 8 leiki núna í meistaradeild sem voru ekki að spila í fyrra og þetta eru 8 leiki þar sem við höfum þurft að nota megnu til okkar besta lið. Má ekki gleyma Hoffenheim-leikjunum líka. Þarna eru náttúrulega 3 jafntefli sem að skipta engu máli í dag og við fyrir taplaust í gegnum riðilinn og vinnum hann. En ekki hægt að horfa í það, sko, fyrir utan að náttúrulega við náum ekki að kaupa miðvörðinn sem var aðaláhersla á í sumar og miðjumannin, þannig að það ekki smá biti á hópirunni sem var lagt að vera að reyna. Ekki hægt að horfa þarna í þessi 69 stig í rauninni, Evrópa hefur oft þessi áhrif og ekki svolítið hægt að horfa í það þarna? Nei, ég bara algjörlega ósammála því. Við erum að horfa í þessi 6-9 stig bara Arsenal. Hendum frá okkur 2 stigum. Everton, bara Sadio Mane hefði getað bara klárað þau 2 stig í viðbót. West Brom, þá eru konur í 6 stig. Þannig að þau liggja þarna, þau liggja í því bara við... Vottorð og ráðstöðumark? Já, ég veit það sko, var ekki líka svolítið fyrra árið öll tímabil, það hægt að taka þetta brjóta svolítið saman, en heilt mér fannst þetta ég ekki sammála, mér fannst þetta öðruvísi fyrra, mér fannst við vera ráðalausar í fyrra, við vorum ekki, það voru leikir eins og sem við grunduðum út úrslit eins og á móti Sunderland á Anfield sem að ég horfði á bara og það er langt síðan ég hef séð jafn leiðilegan fótboltaleik og við héldum boltanum ægilega allan tíman en það var ekkert að gerast. Það er bara risastór munur á liðinu á þessum tímapunkti og í fyrra og Evrópukeppni eða ekki Evrópukeppni skiptir engu máli. Þetta eru fyrst og fremst, við höfum verið að taka nokkrar mjög vondar ákvarðanir fyrir fram að markið og ekki bara slúta þessum leikjum og ættum að vera með, ég segi alveg 10-12 stigum meira heldur en við erum með núna með hvernig við erum búin að spila. Það sem Steini var að tala um með sko meiðslin og þetta snýstu þetta bara að mínu viti fyrst og fremst algjörlega eingöngu eiginlega bara leikmannahópinn og gæðin sem þú ert með í höndunum. Bara því meðan Steini var að tala skutla ég hérna upp leikmannahópnum sem var einmitt í þessum Sunderland-leik sem þið fóruð á og við getum hort á það að í sjálfur sér byrjunarliðið allt á ágætum stað en á bekknum vinnur okkar Lukas Leiva, Minjón Leifar þar, Moreno sem var ekkert að spila, Origi sem við erum búin að skila, svo kom Ovi Jara, Sey Oji og Ben Woodburn. Ben Woodburn kemur þarna inn og Origi líka, Origi náttúrulega klárlega Katrin lenda líka vekk í Þýskalandi. Þetta þetta bara munurinn á því að vera á þeim stað sem við vorum kannski fyrra að byrja að byggja upp. Það er alveg augljóst mál eins og ég sagði áðan að það verður fullt af ungum mönnum sem að verða bankanda dyr hjá öðrum liðum heldur en í fyrra. Í fyrra var Woodburn bara að koma töluvert inn á og Ejaria líka, ungi menn sem voru að detta inn sem að bara voru þar vegna sem vorum ekki komnir alveg þennan stað sem við erum komnir núna. Þannig að mér finnst munurinn á bara liðinu núna og í fyrra bara fyrst og fremst snúast það að við fáum það inn 3 leikmenn sem eru bara klárlega leikmenn í byrjunarliðið okkar og hafa bæst í þennan hóp sem var á fínum stað í fyrra og við erum bara allt í einu komin með bara þegar maður horfði á bekkina á móti Swansea í gær þá var maður bara sko bara einmitt hafði ekki séð svona bekk lengi og það kannski enni aftur ég hugsaði þegar ég kom alveg ég horfði á Vesturlands alveg leikin í Egilshöll og mér langaði að skalla alla veggi sem ég bara hitt á leiðinu út og í bílinn og allt sko að fyrir árið síðan þá einmitt ég horfði á hana Sunderland leik í beinni úrslit í sjónvarpinu og maður segja ok þetta er 1-0 leikurinn svo var því einhvern veginn reddað en maður var ekki eins og reiður eins og bara eftir hennar Vesturlands alveg leik þá var ég bara froðandi sko því við eigum bara maður bara gerir væntingar á það að við náum bara að taka svona litla klúbba eins og Vesturlands Albion og Everton líkt og við tókum Swansea bara í gær og bara pikkuðum það upp við bara kæfðum það á síðasta hálftímanum sko og það komið þetta sem að mér fannst maður ég segi eins og Steini við gætum aldrei verið sólid vissir það að það væri það sem verið að fara að gerast við vitum það núna jafn mikið reyndar að við lendum í því að fá á okkur 3 mörk en þá vitum við það að í þessu liði býr það að skora fullt og meiri sétur við fengum okkur þessi 3 mörk á 380 sekúndum móti Arsenal það hafði maður ennþá trúið að við myndum ná að skora sem við gerðum svo og vorum svo nærði kannski að skora það finnst mér að vera stór og mikil breyting og ég alveg sammála Steinu það að þetta snýst ekkert meistaradeildina þetta snýst bara það við vorum heppnari fleiri leikjum heldur við erum í vetur. Ég skrif þetta sem 7,5 að meðaltali til í það tímabili svo far.
hjá ykkur. Höldum að áfram Steini, það nú ekkert mjög mikil samkeppni leikmann tímabilsins þar sem af þessu móti, en hverju myndirðu svona skrifa sem okkar mikilvægustu leikmenn og hægt að tala einhvern einn sem meira ómissandi en raunin aðrir? Við erum alltaf þá að horfa í þessa sem við köllum Fab Four, líklega. Nei, í raunin ekki. Auðvitað stendur Sala svolítið upp úr, sérstaklega því að hann þetta fyrsta tímabili, hann bara byrjar bara með látum og heldur áfram með látum og stórkostlegt að sjá drenginn hvað hann fullur af sjálfstrausti og hvað hann í rauninni góður. En ég þreytist seint á því að það getur vel verið að aðrir séu orðnir þreyttir á að hlusta á mig jarmum þetta aftur og aftur, en Bobby Firmino í mínum huga algjörlega sjúkur leikmaður. Ég bara... Hann voru þekkt setið á vagninum núna, Steini, hann alltaf... Já, það hefur fjölgað verulega á vagninum, sko. Það mjög ánægilegt að sjá bara, það bara að fyllast vagnir bara hérna. En ég búinn að segja þetta lengi og hann náttúrulega að stíga enn meir upp, en þetta alveg fáránlega flottur fótboltamaður. Síðan Coutinho, það verður bara að gefa honum stórt prik í kladdan. Ég meina, hann fékk ekki drauma múfið sitt, hann fór fram á sölu í sumar og hann svekkelsi og fúlheit og allt það, en hvað hann búinn að gera? Hann búinn að standa sig alveg bara eins og sannur ratunum. Hann meira þess að ber fyrirliðabandi núna þegar að Milner ekki í hóp ekki inná og henda ekki í hóp. Þannig að hann hlýtur að fá stórt svona, prikk í kladdan fyrir attitútið og bara sýna hversu mikill svona atvinnumaður hann og síðan þrátt fyrir að vera búinn að vera back núna og hafa gert mistök, þá Sadio Mane, áfram Sadio Mane, þetta alveg bara frábær leikmaður. Mér finnst mjög erfitt að taka hann alveg partur af þessum hópi búinn að vera skila sín. Algjörlega og mér finnst bara mjög erfitt að taka einhvern einn út þó svo að auðvitað standi svona Sala aðeins sérstaklega út af því að hann nýrinn í liðinu og hann að byrja þetta svona með miklum bravör. En ef ég ætti að segja bara hver væri mikilvægastur í dag, velja Bobby Firmino fyrstan á blað ef ég ætti að velja liðið. En það reyndar ég ekki alveg hlutlega sem svo komið fram á það. Ég held samt að sé fjölga töluvert á þeim sem á þessari línu, sko, því að hann náttúrulega líka svo sterkur varnarmaður, sko. Alveg frábær varnarmaður og bara vinslan í honum og ég hugsa að Klopp, hann gjörsamlega dýrkar að vera með svona framherja, ef við getum orðað þannig. Maggi, sammála þessu? Já, ég meina, Sala náttúrulega bara mínu búin að vera langbæstur hjá okkur í vetur. Bobby Firmino náttúrulega, leiðu ég sá hann live, þá var ég alveg jafn ástfanginn á Steini. Þetta frábær leikmaður. En Sala náttúrulega bara fenómen, finnst mér. Ég á svo langt frá því, ég áttaði með því hvaða leikmann við vorum í höndunum og við erum bara í rauninu í höndunum með mann sem á að geta orðið bara alveg að fara að stíga upp í Suárez hæfileika mínu viti. Ég meina markið sem að skora á móti Arsenal, markið sem við Steini sjáum að skora á móti Everton, bara hann býr til mörk úr engu. Já, ég meina Maggi, það líka, núna síðasta móti Swansea, þú veist, þeir sem berjast markakóngtitilinn í þessum deildum, þeir ekki allir að gefa þessa sendingu eins og fyrir mig og fekk. Nákvæmlega. Og mér fannst það bara þetta, þú veist, kannski vegna þess að maður einhvern veginn bara aðeins svona þekkja Firmino, þú veist, það náttúrulega bara ekki takt að gera upp á milli eða þannig, þetta frábæri leikmenn. Mín uppáhaldsmaður í liðinu gegnum tíðina, frá því hann kom í fyrra haust, náttúrulega ég elskaði Sadio Mane og ennþá alveg á því að við eigum hann bara inni. Ég neita að trúa því að hann sé dottinn niður á þennan plan sem við höfum séð undanfarnar vikur. Þetta er bara frábær fótboltamaður og það að vera með þessa þrjá og Coutinho skilur mig í kringu sig alveg búið að ýta við mér með það að vera rólegur yfir því að fá að gera out and out striker sem að ég var kannski að gera með vonur Men ertu ekki svona eiginlega komin með hann bara í þessum? Jú, mér svo langt sýndi okkur náttúrulega hann gríðarlega óheppinn að skora ekki á móti Swansea og mér fannst það frábært að sjá. Og Vafbja, sko, hann náttúrulega... Já, mér fannst, ég veit var að glápa hérna með dóttur minni sem bara reyna að hlusta á mig, sko, að hérna skýtur hann framhjá rétt
framjá í blálogin, svona típist sentersmarka, koma á öxlina á fjær og negla hann svo á fjær, sko. Þannig að ég leist það. Men þetta nokkuð augljóst, en það sem kannski hefur glatt mig mest fyrir utan þannig að fá þarna bara alheimsleikmann inn sem Salah hann bara sáum það í gær, myndbrot þarna sem ég sá í messun sem var mjög flott, það sem voru 3 varnarmenn að dekkan í einhverju upplöpinu, að þá náttúrulega þessi vinstri bakvara stað okkar sem við náttúrulega, ég veit ekki alveg að ég bölvaði og ragnaði hérna í haust og var mjög stressað yfir henni, hún hefur náttúrulega komið gríðarlega óvart, fyrst náttúrulega Moreno frábær með þá kallar hann meiðist og svo stígur þessi skoti sem að menn voru farin að kalla eitthvað flopp upp í hans fjarveru og bara búin að mjög sólid flotta leiki, þannig að Salah og Firmino klárlega bestir að þá kannski þessi vinstri bakvara staða það sem að hefur glatt með þetta, eða ekki fara báðu bakverðir. Ok. Það kannski svoleiðis. Steini, höldum að það áfram þetta, það liggur alveg ljóst fyrir að það eru þessir, þetta á milli þessara 3-4 Fab 4 í þessu liði, þeir bera upp í þetta liði það sem af móti, en eins og Maggi að koma inn á, það fullt af öðrum í ákvæðum punktum í liðinu, ég bara langar til að fara aðeins yfir það, við erum að sjá nokkra leikmenn stíga ansi stór framfaraskrif við vetur og bara hver af þeim hefur heillaði mest og kannski hver af þeim hefur komið mest á óvart, hvernig myndir þú setja það? Sko, klárlega svona mestu framfarirnar með við svona væntingar að það seti á Alberto Moreno, sko, það voru eiginlega flestir sammála að hann væri bara útlit og þetta væri bara full reynt og við höfum verið að reyna að jarma því í gegn hérna í podcastum að það eru fáir vinstri bakverðir í gegnum tíðina sem að hafa orðið virkilega svona í stórum klassa þetta ungir, þannig að hann hefur klárlega aldrei með sér en hann hefur stigið gríðarlega upp og ég hugsa að sé mestu framfarin í honum á milli ára, en síðan klárt að ég gleymdi áðan að tala bara breytinguna á milli ára þegar ég voru að tala Mane og Lallana og Henderson og Sturridge ekki hóp, við erum ekki búin að sjá Klein nálægt liðinu, bara ekki í undirbúningstímabil, ekki neitt á tímabilinu og sjáum hann væntanlega ekki til í febrúar. Einhvern tímann hefði það verið talið bara, þarna Hazard ljós bara í gangi. En þessir ungu strákar tveir hafa verið að skipta leikjunum á milli sín, Gómez og Trent Alexander-Arnold og ég held að við hljótum að horfa á þá sem bara, já, big surprise hversu öflugir þeir hafa verið. Síðan náttúrulega verð ég að segja bara fyrir mitt leyti, en alveg eins og ég kom inn á áðan, væntingar mínar til Ragnar Klavan voru 0 og þetta clean sheet Klavan-dæmi sem var svona grín sem byrjaði hérna fyrir ekki svo löngu síðan, ég get alveg sætt mig við hann í dag sem einhvern 4. kost ef allt rýtur í miðvörðunum. Þetta er ekki gaur sem ég vil byggja á og vill ekki sjá hann oft í liðinu, en hann hefur klárlega stigið upp líka. Með Van Dijk, með komu hans, þá þetta miklu betri 4. kostur í vörninni heldur við átt að venja svolítið langan tíma. Alveg klárlega og ég meina bara, við erum komin bara með flotta breidd og þegar Klein verður komin inn líka, þá Gómez komin inn í þessa jöfnu sem 4. 5. kostur líka, þannig að þetta bara vísar alltaf á sama hlutin að breiddin í liðinu og bara gæðin í hópnum að auka svo mikið. Það er búið að bæta svo mikið fyrstu kostina. Það er búið að bæta svo mikið hvað við getum stilt upp sem okkar sterkasta lið. Og þetta er það sem við höfum talað mjög lengi, að færa þessa gaura sem við höfum þurft að spila svo mikið aðeins aftar í goggunaröðina, því að þeir eru bara klárlega bara fín bakkum. Þannig að ég held bara stóri punkturinn, og ég reyndar ekki byrjað að tala eins og Oxlade-Chamberlain sem mér finnst vera virkilega impressive leikmaður, en stóri punkturinn að mér finnst enn og aftur Klopp vera að bæta nánast hvern einasta leikmann í liðinu. Maður er að sjá framfarir hjá nánast hverjum einasta leikmann og það held ég að sé svona stærsta hrósi sem maður getur gefið Klopp. Ef við erum að gera tímabilið, Steini, ef við erum að klára eftir lok tímabilið, þú ert að setja 3 efstu á blað, hverjir fara þar? Í mestu framfarir? Já.
þá tek ég út myndinni nýju leikmennina því að við erum ekki að bera saman framfarir frá því fyrir mig þá myndi ég segja að þetta væri og það var valla að tala Joe Gomez af því hann er nánast búinn að vera frá síðustu 2 ár. Ég myndi segja að þetta væri Moreno, Trent, Alexander-Arnold og Joe Gomez. Það þessi 3 sem hafa sýnt að mínu dómi mestu framfarirnar á milli ára. Ekki sama pæling? Ég held að sé kannski litli veit að bæða, það er bara... Hann tók vissulega svolítið marga púnta. Já, ég held að ef ekki eða tímanum okkur í það, ég er alltaf, það er alveg pínu eftir sjá fyrst mér, auðvitað því að hérna, það er nú sannlega leikmennir sem við vorum kannski að gera okkur vonur að myndu stíga inn eins og Wilson og hérna Woodburn, að þeir virðast vera konir víðast og langt frá liðinu, þannig að það kannski getum hort á það og við tökum kannski þá sem hafa ekki náða síðan framfæri, þá eru það kannski þeir þá og Grujic, ef við getum hort á það sem við vorum kannski að gera okkur vonur í gegnum sumarið, en ég held að sé ekki miklu við þetta bæta, þetta er náttúrulega búið að vera frábært skref og náttúrulega svolítið gaman að sjá það að Klopp var fljótur að grípa Trent Alexander að ná honum niður á jörðina en hann skoraði þetta mark þarna. Þannig að ég held að sé alveg rétt sem Steinir að segja, hann er að kreista út úr mönnum flotta hluti. Top 3 hjá þér í þessu? Ég haldi þeim bara í sjálfu sér alveg nákvæmlega, það er bara, eins og sé, það eru þarna þessi gaurar raun allir, bakverðir þarna í 3 eða 4 eru bara í röð, þeir eru sama, kannski er þetta að pikka einhvern neitt út, ég myndi nú setja Moreno fyrst á því ég var alveg búinn að kveðja hann klárlega. Og svo náttúrulega klárlega Joe Gomez, náttúrulega orðinn landsliðsmaður og á bara í alvörinu séns að fara á HM Englandi í vor eins og hann er að spila. Hann var geggjaður út á móti Everton, pakkaði Gylfa mínu sig algjörlega í vasann og er miklu betri sóknarlega en ég gerði mig grein fyrir. Þannig að ég myndi sér kannski raða Moreno, Gomez, Trent í þessari röð sko. Ég held að, ég náttúrulega var komin að reiðhjól á Moreno vagninum, þannig að talandi að fylla þann vagn sko. Já, og hjólandi hinn áttina. Já, við vorum lengi vel, ég fekk með böglabjör og tekið einn meðan tímabili en það var, þetta er snar breytast núna. Fyrir mér er Joe Gomez alveg að stíga alveg ótrúlega flott upp og ég var sérstaklega svartsýnn á að fara inn í tímabili að treysta svona mikið á Joe Gomez og hann hefur heldur betur staðið undir, talan ekki sem bara, hann er eiginlega bara fyrsti kostur í bakverði hjá okkur, Trent kemur inn svona þegar þarf að hvíla Gomez og eins og þeir að tala ég á bara orðið erfitt að sjá fyrir með byrjunni Liverpool án þess að Joe Gomez verði ykkur stað, hvort sem það er vinstra megin, hægra megin eða miðvörðum, ég held að þetta verði svona Carragher-tegund, hann verði alltaf í liðinu þegar hópurinn er orðin full mannaður, þetta er það mikið talent sko, en höldum áfram úr þessu og Maggi kendi því núna hvaða á hinn skalinn, hvaða leikmenn svona að þínum að hafa valdið mestum vonbrigðum í vetur hjá Liverpool? Það er bara kannski erfitt að segja við og kannski vonbrigðin hafi verið svo að þeir hafi ekki náð að stimpla sig inn. Ég man það að gera þessi vonur Daniel Sturridge, hann myndi kannski stíga fastar inn í liðið. Hann byrjaði ágætlega í haust en svo hefur hann bara rúllað aftur inn í sömu delluna og kannski er hann gert á undanförnum árum, þannig að hann hefur valdið mér vonbrigðum. Svo náttúrulega er maður auðvitað ferskur af Arsenal-leiknum og hann er auðvitað Tottenham-leiknum, hann hefur náttúrulega verið maður hundsvektur með það þegar leikmenn gera mistök eins og Mignolet var að gera á móti Arsenal og Löfverinn á móti Tottenham, þannig að það er kannski helstu vonbrigðin. Svo náttúrulega hafði ég pínust trú á honum Grujic, en ég held að það sé alveg orðið fullreynt. Það er ekki svona afgerandi ykkur sem er alveg bara við getum ekki sko. Helst, nei, það er ekki sem við getum ekki. Helst held í mínum huga er ég svektur með Sturridge sem ég fannst hann enda síðasta tímabil vel og svo er hann búinn að vera meiðslafrýr einhvern veginn, kom hann inn í haust og virtist vera að koma inn í leiki sem skipti máli en svo einhvern veginn bara ævintýrið þetta út í Moskvu sem var að klikka á öllum færunum og þá einhvern veginn bara stígur hann aftur inn í þessa skilgreið, hann alltaf held ég bara mjög lasinn, í kollinum og bara ekkert neikvætt það að segja, það er einhvern veginn svo augljóst að hans vandamál er ekki líkamlegt og bara verður alltaf svona held ég leikmaður sem hafði allt til þess að bera til að geta orðið alheimsstjarna fyrir Liverpool en varð ekkert bara meira úr og hann hlýtur að fara, ég sá ykkur að kjafta sig ekko hann í dag að AC Milan var að hugsa hann að fá hann, það væri bara held ég fínt skref fyrir hann, þannig að það væri kannski helst hann sem að væri svona einhver alvöru vonbrigði held ég. Það er ekki nýtt að nálunni þar, Steini, sammála þessu?
Já, það voru erfitt að vera mikið ósammála þessu. Ég reyndar, svona einna mestu vonbrigðin líka svona fyrir utan þá sem eru lítið búin að vera að spila. Það svolítið svona miðju strákarnir okkar. Mér hefur fundist Hendo vera frekar svona heilt yfir ekki á sína besta leik og mér hefur fundist Emre Can líka vera. Ég var að vonast, hann steig svo mikið upp í fyrra, ég var að vonast eftir áframhaldið þar og hvort að samningamál að trufla hann í kollunum eða ekki og síðan hefur Wijnaldum líka svona, ég hefði viljað sjá meira afgerandi hjá honum, þannig að... Steini, einn punktur þarna, getur verið faktorið þessu að, þú veist, Liverpool byrjaði tímabilið án Coutinho og Lalla hann búin að meiddur og Ox hefur ekkert spilað, þú veist, það var alltaf vant að manni finnst svona þennan sóknar elementið í miðjuna sem við kannski verða að sjá núna undanfarið? Jú, ég meina auðvitað saknar lið ef þeir eru án bæði tveggja manna eins og bæði hérna Lallana og Coutinho og Ox eins og hann hefur verið að sýna sig núna undanfarið. Ég meina hvað það beitningin svolítið á miðjumönnum við sem að ætla svo til á þeim kannski meiri sóknarleik heldur en þeir bjóða upp á? Jú, klárlega, en sko þú getur ekki afsaka leik þinn með því að það vanti einhvern við hliðina á þér, einhvern annan við hliðina á þér. Þetta eru það stórir strákar og þeir eru bara að mínu dómi oft á tíðum ekki búin að vera spila nægilega vel. Við höfum séð ýmislegt frá þeim. Ég meina á síðasta tímabili eins og með Emre Can, hann var klárlega að stíga upp og var bara orðinn verulega bara promising í miðjurólinu og við vitum alveg hvað Hendo getur gert. Hann getur verið bara virkilega góður í þessari rullu tilbaka. Wijnaldum svona klár fótboltamaður líka, en þeir hafa allir svona að einhverju leyti finnst mér ekki náð að spila nægilega vel. Þeir eru svolítið vonbrigði í mínum huga, svona af þessum sem hafa verið að spila mjög reglulega. Auðvitað þegar við tökum þessar svona fringe players þá hægt að benda á nokkur aðra, en þetta eru af þeim sem hafa verið að spila reglulega. Nákvæmlega, Maggi, viltu bæta ykkur þetta? Þú gleymir miður. Já, ég gleymdi allir miður, það var bara flottist að grípa þannig að það kom mér svolítið óvart. Ég var að lasa einmitt hérna hálfsísson report hjá Ekkoinu, þeir gefa alltaf einhvernir eftir alla leiki og það sem kom mér kannski einna mest óvart var það að Ekkoið sett í neðsta sæti í vetur Joel Matip og svo hann var í vonbrigði vetrarins, hafði ekki náð að skora en þá og hefði verið shaky í sínu varnarleik. Hann kannski sleppur út í radarinn út af því að hann gerir ekki eins mikið af augljósum mistökum hinni, þannig að kannski erum við að gleyma honum einhvern veginn. Já, ég meina, þetta ekki að við hugsaðum út í þetta, er alveg fair assessment á hann. Hann byrjaði alltaf mjög traust í fyrra og kannski ekki alveg náð þeim hæðum, þannig að það komið svona kannski, hann einhvern veginn slapp undir radar. Ég hef hugsað svo, já, það kannski alveg rétt, ég hef verið að ergja með honum í einhverju leikjum og hann alls ekki náð kannski að fylgja eftir því sem hann byrjaði fyrra. Einn punktur hérna, Maggi, hann samt ekki leikmaður sem við sterkasta lið Liverpool, byrjar hann ekki við liðin á Van Dijk? Ég held að það sko, að því vorum að tala Sturridge, ég ætla að fara að hafa rosalega miklar áhyggjur því að hann sé á einhvern svipuðum stað á Sturridge, því að síðustu árin hefur hann ekkert spilað nema 23 til 27 leiki á vetri, sko, þannig að annarkvort líkaminn hans bara ekki kött fyrir svona alvöru fótbolta eða eitthvað annað í gangi og það verður auðvitað eitthvað sem hlýtur að skipta því máli ef þú ert með leikmann sem út í nærri þriðjungi leikjana þá verður rosalega erfitt að byggja eitthvað hafsendapar þar. Ég held að það sé alveg kannski hans eina vandamál því að hann byrjaði alltaf geggjaði fyrra hjá Liverpool og leit rosalega vel út, hefur kannski verið aðeins öðruvísi eftir, ef manni finnst það bara frábær kostur að vera með Van Dijk og Matip saman hlið við hlið, tæknilega góða hafsenda sem getur borið í boltan stóra og sterka, sko. Þá væri það alveg draumapar held ég, en það eitthvað að angra þennan strák. Það ekki lengur bara eitthvað, ef þetta væri bara síðustu 2 tímabil Liverpool, en þetta var líka svona hjá Schalke, hann spilaði 23 til 27 leiki í síðustu 3 tímabil sem kom til Liverpool og það þetta pínu erfitt fyrir hann ef hann ekki að hanga heill nema 4-5 vikur í einu. Nákvæmlega, herðu, höldum áfram. Steini,
hafa í huga að Liverpool hefur ekki keypt leikmann í byrjunarliði síðan sko í janúarglugganum, þar að segja, síðan að Coutinho kom og það 2013. Van Dijk var staðfestur í dag, en sérðu eitthvað meira gerast í janúar og bara, ef við horfum á hann í janúar mánuð, það er náttúrulega, getur þetta sérstakur mánuður þegar sumarglugginn verður stuttur á næsta tímabili. Styttir allavega, bókstaflega bara þetta HM og það er búið að stytta gluggann. Hvernig draumamánuður núna í janúar hjá þér, með raunafspá, hvernig voru það? Ég reyndar ekki alveg sammála þessu með að það hafi ekki verið keyptur maður í byrjunarliði síðan að Er ég að gleyma ykkur? Coutinho. Já, mér finnst nú Bobby Firmino, hann var alltaf keyptur inn í byrjunarliði á þessu liði. Var hann í janúar hrein? Nei, þetta verið bara í janúar. Já, ég er að meina janúargluggi. Hvernig myndur hann í janúarglugga? Liverpool hefur ekki verið að nýta þennan glugga neitt eða fyrir FSG að Við höfum bara ekkert keypt í janúar síðan þá. Við varum miskilið. Sko, við erum komnir alveg heilum kaupum lengra heldur en að mínar væntingar voru, því sem ég bjóst við. Auðvitað vill maður fá meira og meira. Síðan maður að horfa á Naby Keita, þeir eru dottnir út úr meistaradeildinni. Það búið að tryggja hann fyrir sumarið. Sástu fréttir í dag að hann er einn að æfa hjá þeim núna? Já, hann æfir alveg eins og motherfucker þótt að allt liðið sé í fríi. Þannig að samsæriskenningarnir eru komnar alveg á fullt að hann komi hugsanlega til með að þrýsta fram að Sala fari fyrir á stað. Ég talaði með Óli Haukur á 4. og 5. Red Bull bara í kvöld, sko, hann er komið það langt. Sko, ef þú horfir á þetta, bara raunsaði mögum, þú ert að fara að missa þennan mann næsta sumar, það er búið að semja kaupverðið, þú getur fengið auka pening fyrir hann með því að selja núna, þeir eru dottnir út úr meistaradeildinni, það eru hverfandi líkur á þeir, og það er, setjum þetta bara á hreina íslensku, það eru enga líkur á því að þeir séu að fara að berjast titilinn í Þýskalandi, þannig að why not, en þetta er bara góður draumur, þetta er ekkert annað. Það væri alveg óbóðslega mikilvægt að ná að koma honum inn í liði, hann náttúrulega er ekki gjaldgengur í meistaradeildina, en það er bara mjög öflugt ef við næðum honum fyrr heldur en að stefnan er sett á. Ég held samt einhvern veginn. Já, ég held að gripin í svo, ég held að við eigum bara vera rólegir með það. Ég rosalega hræddur það að Leipzig sé alveg bara fastir á því og ég vil miklu frekar horfa það við séum að gera okkur vonur það að reyna að skoða einhver mál sem að sko liggja fyrir eru eitthvað sem við þarfum að leysa til framtíðar. Ég er voðalega glaður að sjá Trapp markmanninn eða láta okkur dreyma Oblak í marki, þannig að menn stígi það skref. En ég held kannski líka eitt af því sem þarf að gerast í janúari það, við þurfum bara að halda Coutinho. Og það held ég að ég geti bara verið kannski það sem er stóri pakkin í janúar, að við þurfum... Hvernig metur það möguleika? Heldur það að sé ykkur séns að þessi bara yfir höfuð verði skoðað einhver tilboðið? Barcelona náttúrulega, ég veit ekki, þetta er orðið svo mikil vitleysa þetta Barcelona-lið að maður einhvern veginn, mér finnst þetta bara svo frekur krakki sem maður vill fara að fá sleiki og sama hvað, sko. Maður trúir þeim til alls. Maður trúir þeim til alls, sko. Og þeir náttúrulega, það var alltaf, Steini var að tala lógikina hjá Leipzig, sko, þeir séu bara svolítið þeir séu ekkert síður að hugsa um aðra leikmenn, að þeir vilja bara sína, alveg svo við erum að sína með Coutinho, þá vil ég bara Leipzig sína Keita það er þeir sem ráða þó að sé að láta reka sig út á og alls konar stæla þarna. Þá er einhvern veginn það að Barcelona ætlar sig greinilega sækjan, það er alveg augljóst og það er þeir nota Neymar og Messi að senda honum eitthvað, skilur mig, jólagjöf sem var náttúrulega dulbúinn bara bella, sko. Er þetta ekki að versta sem við höfum upplifað frá Barcelona með leikmann? Jú. Ég man eftir að Fabregas var svona áður en að fór frá Arsenal. Það ljótast að ég bara eftir. Pirra mér rosalega Suárez að við láti draga sinni í þetta. Ég var mjög leiður yfir því, það gladdi ekki mitt hjarta. En þeir eru náttúrulega bara á þeim staðnum, sko, þeir eru ennþá svektir yfir því að hafa ekki fengið þennan sleik og maður áttar sig nú kannski á því þegar maður horfir á það að spila ég horfði á móti Real
hann myndi klárlega bæta þetta liðira, þeir eru kannski ekki með hennar svona típi eins og Coutinho þannig að ég held að við séum honum, en það væri galið að gera það fyrir okkur núna í janúar. En þurfa þeir ekki, þeir eru búin að vinna deildina liggu við, sko, þeir eru búin að stinga Reala og hann spilar ekki meistaradeildinni og janúar dýrar mánuður, ég meina, bendir ekki allt. Jú, það væri engin lógík, skulum við segja, engin lógík hjá Barcelona að kaupa hann, engin, en maður bara einhvern veginn trúar hann til alls, þannig ég alveg bara rólegur yfir því þó að fyrst við fengum Van Dijk sem var algjörlega stóra málið í þessu, það við höldum Coutinho og bara sjáum hvort við eigum séns á uppgreit í markmannstöðinu okkar, þá ég glaður í janúar. Ja, við erum ekkert að fara í markmann í janúar, við erum að nokkuð ljóst. Það náttúrulega trapp eini draumurinn. Ég bara sé ekki af hverju við ættum að láta undan í janúar, fyrst við náðum að standast þetta í sumar, þegar stóra áhlaupið var. Ég bara, núna, í sumar þegar Barcelona voru að reyna að ná í Coutinho, þá voru þeir algjörlega desperat. Nýbúnir að missa Neymar, þeir þurftu að gera eitthvað til að róa líðin. Staðan á milli Barcelona og Real Madrid var að Real Madrid voru Evrópumeistarar, það var allt bara banging hjá þeim, Barcelona var bara on the decline. Þeir bara þannig litu hlutirnir út þegar Neymar fer frá Barcelona. Það allt á uppleið hjá Real, allt á niðurleið hjá Barcelona. Núna staðan allt önnur. Nú Neymar farinn, Barcelona eins og ég segi, nánast búin að tryggja sér titil bara í desember og Real Madrid í ruglinu og af hverju ættu það ekki sama desperasjón í gangi. En svo annars einn í þessu sem að, sko, þeir sem stuðnist með Barcelona, þeir virðast vera margir alveg óbáðslega úsáttir við það sem stjórna félaginu, kannski það tengist það eitthvað Neymar sölun og því öllu og samningamálum Messi áður og svona, en Barcelona keypti Dembele á rosalega upphæð og þeir segja bara að Barcelona sé rauninni þeir eigi ekkert endalausar fjárhæðir og tala ykkur fréttir að þeir þurfa að selja og kaupa og svoleiðis og ég meina Liverpool ekkert að fara að slaka á í verðmiðunum. Það sem ég skil ekki, sérstaklega núna við erum að kaupa dýrasta varnarmann heim og við erum að spila í fótbolta sem við erum að spila. Af hverju, ekki verið kaupinu Van Dijk, snýst þetta ekki allt það hjá Liverpool, bara að reyna að halda þessum bestu leikmönnum. Mér finnst Liverpool rauninni vera eitthvað að veikasta félagið af þessum stóru á Englandi að láta sína bestu leikmenn fara. Mér fannst einmitt þetta sumar loksins stigu menn niður, loksins sögðu menn bara fuck you, hann á 5 ára samning, það engin klásúla þarna bara eigið ykkur. Ég meina, gerum við það ekki aftur næsta sumar, sko, sérstaklega með þessum viðbæti sem við erum að horfa. Það það sem ég segja, það væri ég bara alveg til í að horfa og sérstaklega þegar þú horfir á hvernig Coutinho að spila þrátt fyrir allt þetta dæmi, bara stígu niður, ég bara að vona að þeir bara, ef það kemur náttúrulega eitthvað stjarnfræðilegt boð upp á okkur 150 milljónir punda eða eitthvað sem að maður svona, sem bara það heimskulegt að það ekki annað hægt en að horfa á það. Ef það kemur ekki eitthvað svoleiðis, þá bara á að gefa þeim löngutöng alveg bara grimt og helst myndi ég bara vilja selja bara einhverjum allt öðrum heldur en þeim, þeir eiga bara ekki komast upp með svona vitleysu, sko. Það ekki eitt í restina varandi aðeins tengt þessu, þá var ykkur fréttur Lemar núna frá Monaco, var brjálaður í sumar og hann vill fara í janúar, það ekkert að frétta hjá Monaco og Liverpool náttúrulega risastór faktor þar, heldur að það sé eitthvað sem við getum horft að raunlega með við vorum, held ég, alveg klárlega eftir honum í sumar. Mér fannst sá strákur mjög spennandi, alveg sem mér finnst Aubameyang spennandi, en aftur á móti þá þetta held ég ekki kaup, svona þessi típisku janúarkaup, þá alltaf Ekkoði sagði í kvöld en aðal ástæði fyrir að Liverpool stökk inn í þessu með Van Dijk var það að það var í alvörunni eitthvað hætt á því að City væri eitthvað að ýtast fara af stað og það kláruði bara máli og sögðu bara já við Southampton, þetta var bara festa vristinni hérna hjá Ekko núna. Og það geti alveg verið það sama í rauninni með Lemar ef hann vill losna bara núna og hann leikmaður sem ég held að Klopp myndi vilja hafa. Það getur bara vel verið ef að Lemar myndi bara ganga fast eftir því að ég bara vil fara frá hérna mínu liði, þá myndi menn stökkva inn í það. Alveg svo, ég held að Aubameyang sem var kannski ekki að hugsa Liverpool í vor, sé kannski að hugsa öðruvísi Liverpool núna, þannig að alveg var alveg gaman að horfa á það dæmi koma upp, sko. Kannski aðeins að því að Steini var að tala um þá höfðingja í hérna Barcelona, þá
skulum alveg átta okkur á því að Dembele náttúrulega algjört flopp í rauninni, sko, það bara þannig, hann hefur náttúrulega ekkert náð að spila, hann bara var í því og þeir eru náttúrulega þessum stað að hann meiðist og þeir eru náttúrulega eitt af því sem að manni finnst fyrir orðið svo galið með spænska fótboltann og Barcelona að það er náttúrulega algjörlega það að þeir virðast ganga út á Galacticos hugsun og það sé það sem þeir eru að kaupa Coutinho, ekki endilega einhvern fótboltamenn heldur áfram einhverja ímyndum tilbúnar alheimsstjörnur og framtíða fyrirliði brasilíska landsliðsins dettin í það, sko. Nákvæmlega. Herðu, ég held að þetta sé ágætt í bili, við erum aðeins komnir yfir á tíma, við erum alltaf að tala tveggja kassetu þátt í kvöld, strákar, Van Dijk og fleira, en hefur ekki endað þetta aðeins á því sem hefur verið á eftir að bauði bara þessari viku og þá náttúrulega þessum Arsenal og Swansea leik sem við kannski komað þess inn á. Ég byrja á þér, Maggi, ég veit að þú ert aðeins voru tæpur á tíma, en byrjum bara á rauninni, við tökum þetta bara saman, byrjum bara á vörninni. Við hrósuðum í síðasta hætti og þeir hrósuðu sig sjálfur fyrir ágætt gengi, þetta er náttúrulega bara gjörbreytt með Van Dijk, en við sáum, það er á þessum 390 sekúndur gegn Arsenal. Þetta er alveg augljóst af hverju við erum að bæta heimsmetið í varnarleik og bara pælingar þennan Arsenal, rauninni þennan kafla mót Arsenal. Já, sko, og kannski að því mér finnst svo leiðilegt að vera eldast í einhverjum frösum og bara allt þetta því. En það sem að gerðist svo augljóslega í þessum Arsenal 400 sekúndum sem að svo kannski getur rósað það að þeir eru allavega að stiga út úr því var alltaf bara það sem við sáum til dæmis í seinni hálfleiknum móti Sevilla, liðið bara gjörsamlega bara datt úr sko flottum stað í svo ofboðslega barnalega þvælu og þriðja marki, ég ætlaði ekki að ræflum mann minni og leið og hans klúður þarna gjöfina hans, en sko mark númer 3 fannst mér segja því að horfa á endursýningarnar þar er ekki bara einhver einn leikmaður sem að gerir eitthvað. Við fáum aukaspyrnu sem er tekin allt of stutt á fáránlegum stað, hafsendur okkur út úr stöðu, bakvörðurinn okkar á okkur skrýtnum stað, sendir lélega sendingu inn á miðjuna þar sem að standa 3 menn utan Özil og hann bara með 2 snertingum er komin í gegnum vörnina okkar og bara stóru þriðja markið, sko. Og öll lógík í fótbolta hvarf þarna í 400 sekúndur og það var náttúrulega bara óstjórnlega pirrandi. Þetta var bara jafn gaman og það var frábær fótboltaleikur. Ég hef hitt félaga mína sem halda með öðrum liðum sem að segja eftir að horfa á Liverpool, það sé alltaf gaman að horfa á leikinu þeirra og auðvitað er það alveg þegar Rikið sesta sem leik þá sem við áttum klárlega að vera búin að klára reyndar í hálfleik, en þá var það þetta sem að bara var auðvitað verður að sitja eftir með, þetta var ekkit bara mark eða eitthvað svona klúður, eitt klúður, það á 390 sekúndum bara gerir bara varnarlínan sig og markmaðurinn sig seka heimsku sko aldarinnar og bara hleypa Arsenal frá því að vera gjörsamlega jarðaðir í 53 mínútur í það að vera konið fórust eftir 58. Þetta var alltaf bara algjörlega bara ólíðandi og maður bara situr bara fróðfell og það meiri sig að maður er svo klikkaður í þessu. Þegar fjórða markið kom í gær, þá sagði já, nú er þetta komið. Þó við varum sko 3-0 yfir múti Swansea heima, þetta er 65 mínútur, þá er maður ennþá einhvern veginn í bakvæstum allan að ég, bara pínu stressar með að eitthvað gerist bara við hleypum þessum liðum inn í leikið, því að mér finnst ekki skipta máli einhvern veginn hvort það er vopnalega eða einhver önnur lið, við eigum bara svona self-destruct takka í varnarleiknum og við bara ítum á hann á móti hverjum sem leikum við sko. Já, þetta er Ég held að það þurfi ekkit neitt að draga fram einhver lýsingar á hvernig manni var innanbrjóst yfir þessum Arsenal-leiki. Ég hugsa að séu fáir allir púlarar sem hafi svona fílað sig á sambærilegan hátt. Þetta var að ég fyrirfram í rauninni ef þú hefði sagt við mann, heyrðu, það er rosa leikur framöndan á útivelli á móti Arsenal, bara hörkuleikur sem enda 3-3. Ok, fair deal, bara, ég meina, þú lappar ekkert að 3 stigum bara svona á Emirates. En síðan að horfa hvernig þessi leikur þróast og hversu miklir yfirburðir Liverpool voru í þessum leik og hversu rosalega aulaleg mistökin voru sem við vorum að gera.
þá ertu bara með algjört óbragð í munnunum. Þetta fyrsta mark og þetta, margir tala nú þriðja marki sem að jú, samansafn af fullt af mistökum, en Joe Gomez er ungur og hann læri vonandi á þessu fyrsta marki. Þetta var í rauninni afsakanlegt að vera svona sloppy og svona sofandi í svona stórum leik. Það verður bara að segja alveg þrátt fyrir að hann sé búinn að vera frábær í vetur. Simon Mignolet á sínum aldri með alla sín reynslu. Ég veit alveg að margir vill ekki fara út í þessa núna og hann er alveg að pirraður við hinnir. Hann er aldrei var ekki farið. Á þessu leveli þá er þetta ekki í boði. Þetta er bara ekki í boði að gera þetta svona oft eins og hann er búinn að vera að gera. Þetta annar mark var rosalegt. Þetta er með verra sem ég man eftir frá honum allavega í ykkur tíma. Ég má ekki einblína ómikið fyrir einn svona mistök, en þetta var afskaplega vond tímasetning og afskaplega vond svona að horfa á. Þetta bara, endanlega bara hleypir þeim inn í þetta, Ok, 1 mark. Þá er staðan 2-1 og við erum ennþá yfir og bara náum bara svona tök á leiknum aftur. En þetta er lélegt skot, það er ekki einu sinni fast. Hann sér hann allan tíman og hann ákveður bara að hamra hann með hendin inn í markið. Þetta er bara algjörlega óskiljanlegt. Svo líka Steini, ef við horfum bara út frá tölfræði sem að FSG byggir nú rosalega sitt módel á, hún er ekkert glæsir. Ég veit ekki hvort þessi vitleysa að vera að horfa á þetta svona, en bara það kom eftir þennan leik sérstaklega varðandi skot fenginn á sig og skotvarinn, þá er hann neðstur í deildinni yfir það sem hann er verið að aukana. Ég veit hann er ekki að segja þessi lélegasti markmaður deildinu raunin ekki þessi lélega markmaður. Þetta er rosalegt áhyggjumni fyrir Liverpool. Ef þú skoðar undanfarið 5 ár hjá honum, þá er hann samt alltaf með þeim lélegri bara með við markmenn þessa tímabils. Þetta er tölfræði sem miðast við leikmenn sem var að spila 10 leiki eða meira. Já, ég meina þetta er bara staðreynd. Það er helmingurinn á skutunum fyrir inn. Það er rosalegt, Já, þetta er bara staðreynd og þetta er bara staðreynd sem við erum að horfa. Það er svolítið, ég hitti mjög harðan og mikinn vin minn, mjög harðan Man United stuðningsmann núna í vikunni. Rétt eftir leikinn, ég búinn að segja bara sama dag. Og hann sagði bara að horfa á þetta lið er ótrúlegt. Það er mjög gaman, samt hlutlaus að horfa á svona fótbolta. Ég fullyrði það að ef að Liverpool væri með David De Gea í markinu, þá væri þetta ekki spurning að tímabilið væri búið mest titilbaráttuna. Þá væri Liverpool að veita Man City alvöru keppni titilinn. Þetta er bara, við erum að tala um eina stöðu sem er markmannsstaðan. Við náttúrulega vitum ekki hvort þetta er rétt, en mann vill trúa því að markmann sem þó ekki væri nema bara væri með helmingi betri tölfræði, sem er ekkert mjög langt með bara það eru flest allir markmann hinna topplegana með það í rauninni, góð varin aukalega, auðvitað verðum við eitthvað að horfa í færi sem minnulegur að fá sig. Vörn Liverpool hefur ekkert verið að hjálpa honum með að hún er miklu veikari oft heldur en varnir hinna topplegana. Þetta er ekki heilagur sannleikur, en ef ég væri umboðsmaður eða þá bara Karius sjálfur og hvað þá Danny Ward sem að hann tekur tilbaka til að keppa stöðuna hjá liðinu, ég væri búinn að brjóta hurðina skrifstofunni og Klopp sérstaklega eftir síðasta leik fyrir þennan svonsileik. Já, ég skil reyndar alveg Klopp að því leitinu, hann vill ekki droppa honum beint eftir þetta. En heldur maður horfið kannski í eitthvað eftir Everton-leikinn eitthvað, hann kemur einn inn og geti orðið að halda áfram með hann eða svoleiðis? Ég leyfi mér að vona það og í rauninni mistökin sem að Karius hefur gert frá því hann kom til Liverpool, það er enginn þeirra svona stór eins og mistökin sem að Mignolet gerir í þessum leik. Það helst það sem þetta er hotspilnarleik, markspilnarleik sem við fórum á þegar hann sendi út af hún var svolítið pínleg, ég viðurkenni það. En ég vil frekar sjá, þetta hljómar asnalega, ég veit það, ég vil frekar sjá Karius fá að gera þessi mistök heldur en Mignolet. Karius er alltaf með
sko aldurinn fyrir fram að sig, hann á að heita mjög efnilegu markmaður, hann ungur markmaður, hann Ég meina, af hverju hann að spila meistaradeildarleikinn? Ekki verið að blóðgan til að taka við? Það ekki önnur ástæða, það meikar ekkert sens að hann sé ekki að spila sínu bestu markmanni í bara alla leiki, sérstaklega meistaradeildarleikina ef það ekki einhver önnur svoleiðis ástæða baki. Nei, og ég meina, það margir sem vilja halda það fram að hann sé ekki besti markmaður þetta og ég get alveg gútur það, Mignolet ekkert alls slæmur markmaður, langt ifrá. En hann bara að gera of mikið af einhverjum svona fókusleysis mistökum og ég alveg viss það að Karius á eftir að gera það líka, en við erum með þessa markmann í dag. Við erum ekki að fara að kaupa einhvern markmann í janúarglugganum, ég þess fullviss. Já, ég myndi freka vilja sjá Karius bara fá trustið og í einhverja leiki og sjá bara hvernig hann stendur undir því. En erum við ekki að sjá þetta í öllum öðrum stöðum á vellinum, samkeppni í liðinu, þú veist, það droppað öllum öðrum leikstöðum á vellinum, leikmenn sem spila eins og til dæmis Mignolet í síðasta leik. Ég alveg sammálaður í þessum Swansea-leik að kom ekki óvart að myndi spila hann, en svona til lengri tíma litið geti alveg trú að þeir séu að horfa í þetta svona frammistöður, sko. Já, ég að vona það, að hann bara fáir núna rönn í liðinu. Ég held að við séum svo sem bara flest allir stundum með Liverpool sammála eftir þennan leik, maður var alveg snar brjálaður og sko, eins og Maggi kom inn á þriðja marki var ekkert glæsilegt heldur, það voru mörg mistök þar en eitt af því til dæmis úthlaupið hjá honum sem leggst flattur og hann er farin niður áður en að Özil myndar skoti, sko, myndar skotfóti. Það gott að sjá þetta svona sófanum, sko, en hann var ekkert að loka horninu sérstaklega. Herðu, en talandi það, þá er Maggi búinn að yfirgefa okkur, hann þurfti að skreppa hana, við Steini klárum þetta svona hundavaði, ef við ekki taka Steini taka sóknina aðeins líka. Ég bara spá eftir þessi leiki, við erum að tala 2 leiki og þeir eru að skora 8 mörk, þú veist, maður svo pirraður að þetta 3-3 jafntefli, erum við aðeins að horfa á sóknina sem bara sjálfsagðan hlut, sérstaklega eftir þessari leiki sem við erum að klúra svona niður, sko. Jú, ég meina, enn og aftur þá erum við bara að horfa á það að það að auka breytir í þessu liði. Við erum með fullt af optionum, við erum núna komnir inn og maður sá núna bara hreyfinguna sem kemur inn með Lallana til dæmis. Hann kom ferskur inn í Swansea-leikinn, hann var alltaf annað að sjá hann heldur einhverjum tömur sem hann komið. Bara verulega ferskur og við sjáum alveg bara þessi snúningar og þessi yfirsýn, þessi vinsla. Við höfum saknað Lallana. Það er alveg ofboðslega gott að hafa svona inntak á bekknum eða í liðinu og þá einhver annar á bekknum. Og bara eins og við komum inn á fyrir í þættinum að þá bara Sadio Mane að hann geti verið ónótaður varamaður. Þetta eru alvöru vopn í vopnabúri að geta hent inn á ef hlutinir eru ekki að ganga alveg. Lallana í þessari tegund fótbolta og þessu liði og sérstaklega mótið þá þessu minni liði, þetta ekki leikmann sem getur alveg séð fyrir falla líka eina línu aftar og fara að spila þessu hlutverk sem við höfum verið að sjá henda svona Can vera að spila eða þetta ekki aftar sem miður en svona á hliðina þeim, sko. Sko, menn hafa svona stundum við verið að tala bara já, geta þeir spila allir inn á frá byrjun Fabulous Four með Coutinho þá inn á miðjunni og hina 3 þarna uppi. Já, við höfum sýnt það í ákveðnum leikjum. Þá hefur næsta spurning komið. Getum við líka verið með Lallana? Af hverju ekki? Nei, ég bara nákvæmlega banningin. Lallana frábær varnarmaður. Hann bara með yfirferðinu og pressunni sinni, þá hann að fitta akkurat inn í þetta kerfi sem Klopp vill spila. Það að þú sért með kvika menn sem eru leið og við missum boltan, farnir að pressa boltamannin. Hefur hann ekki verið fyrsta nafn á blaði hjá Klopp undanfarin 2 ár? Hann bara kannski eftir Firmino hefur okkar besti maður í pressun bara heilt yfir þegar hann heill. Algjörlega og þess vegna segir það. Við getum alveg verið að horfa á Henderson, Can eða jafnvel Wijnaldum, Milner sem þennan dýpsta mann á miðjunni og ég tala nú ekki eftir að Van Dijk kemur þar sem að boltinn getur verið enn meira í löppunum á miðvörðunum hann aftast, þannig að miðjumennu þurfa minna að koma til að ná í boltan. Þannig að já, ég held að það eru bara að aukast möguleikarnir í sóknarleiknum.
þetta bara þannig þegar þú ferð og sast niður og horfir á Liverpool-leiki, þú býst við mörkum, þú býst við sérlega ef að liðið er að skora tiltölulega snemma, þá ertu farin að segja ok, við getum alveg verið að horfa á 3 eða fleiri mörk í leiknum. Við verðum líka að horfa í þetta inni, en núna eftir 29 leikir eitthvað svoleiðis, ég man ekki alveg hvað það var, þá liðið búin að skora 76 mörk í öllum keppnum. Það meira heldur en liðið skoraði bara 2015-16 tímabilið. Þetta er þriðja markahæsta lið Evrópu í dag. Og nota bene, við erum búin að vera ekki alltaf, við erum ekki búin að vera neitt rosalega heppnir með meiðsli. Við erum búin að vera án nokkur af þessum lykilmönnum það sem af tímabil. Við erum búin að vera að rótera þessum lykilmönnum bara töluvert. Það er ekkert lið komið nálægt að gera smarga breytingar á liðinu, við viljum bara segja það. Nákvæmlega, og það hlýtur að styðja enn betur við það sem við erum að segja, að þetta er í rauninni, það er orðin allt önnur breytti í þessu liði, sérstaklega þegar við erum að horfa á sóknarleikin. Sjáum við það ekki núna samt þeirri, núna er þessu óbóðslega leikjaprógrammi að ljúka og við erum ekki í deildabikarnir núna í janúar, að við erum ekki að gera okkur aðeins vendingar að við getum séð meiri núna stöðuleika á besta liði Liverpool verið að spila með þegar leikirnir eru að fara aftur í svona kannski tæplega viku millibili. Það er ekki eins stíft eftir áramót leikjaprógrammi eins og fyrir. Nei, síðan kemur bara spurningi, hvað er besta lið Liverpool? Er það sama besta lið Liverpool á móti Burnley á útivelli og á móti Manchester City á heimavelli? Ég held ekki. Og það er akkurat Klárlega ekki, þú þarft ekki að rótera eins og rosalega til að hafa bara menn feska. Nei, klárlega ekki, en þá ertu komið með vopnin í hendurnar líka sem þjálfari að þú getur virkilega verið að setja nákvæmlega það lið sem að hentar í leikinn, hvernig maður leik. Þannig að það verður bara tilhugurinn. Nákvæmlega, þessi Arsenal og Swansea leikur, það er í rauninni, það kom ekkert óbúslega margt nýtt fram í þessum leikjum, þannig séð með þessum við séð hjá þessu liði í vetur og kannski undanfarin ár, en þannig ég held við látum þetta bara duga af þeim leikjum, en Steini, það eru framundan 2 leikir með 2 daga millibili og sko það er Leicester næst og það er aðeins andrými fyrir þann leik, en ég hef, mér finnst það rosalega mikið jafnteflis líkt af þessum liðum báðum, Leicester og Burnley. Hvernig er tilfinningi fyrir þessum viðureignum? Leicester er hvað, 30 á laugardaginn, laugardagurinn er hvað, er það ekki 30. já? Og svo 30. klukkan 3. Aftur fyrsta, þetta er náttúrulega snar galið, en hvernig heldur að Liverpool, eru við ekki betur stakk búin heldur en þessi lið til að ráða við þetta leikjaprógram? Þau eru bara í sama leikjaprógram við, það er ekkert frábrugðið. Já, ég heldur reyndar að við séum óvenju þétt þarna, það nær ekki 2 sólarhringjum á milli þess að 2 leikja. Á það ekki við Burnley líka? Það getur verið, ég er ekki búin að... Það er ósækja spurning, það er ekki undirbúið. En klárlega erum við með breytina á hópnum í þetta núna og ég er bara sannfærður að við tökum báða þessa leiki. Við erum bara búin að vera það sannfærður í þessum leikjum, þar með talið Arsenal-leiknum, að ég hef bara einhvern veginn trúað því að við séum bara búin að læra af þessum West Brom-leik og þessum Everton-leik. En þetta getur þetta komið bara lóðbeint í hausunum mann aftur, en mér finnst einhvern veginn yfirbragðið á liðinu vera bara öðruvísi. Mér finnst við vera bara í þeim 2 leikjum, Everton og West Brom, að þá alla jafna, ef við hefum spilað við þessi lið 10 sinnum, þá hefðu við unnið 9 af þeim. Já, nákvæmlega. Og ég hefði átt til svona... Og Chelsea og United, sérstaklega United er líka, þú veist, svona 6 af hverju 10 eða 7 af hverju 10, þetta var svona óbúslega mikið af svona stöngin út leikjum, sko. Já, akkurat, og þess vegna held ég bara að það getur ekki verið að við fáum svona mikið af þessum einum af hverjum 10. Þannig að ég bara leyfi mér að trúa því að við tökum báða þessa leiki og verðum bara helvíti vel settir bara þegar að nýja árið er bara nýbyrjað og bara horfum inn í öflugan Everton-leik. Hvernig heldur hann fara inn í þessa leiki? Hvernig heldur hann sko leggja þetta upp? Það eru 2 og 2 af
þessum top 4 eða bara, jafnvel bara 8-9 breytingar milli leikja eða hvernig heldur hann að gera þetta? Ég get alveg trú að þetta eru 5-6 breytingar á milli leikja. Ég meina, hann er búinn að vera að hvíla Sadio Mane, hann kemur ekki óvart að Sala fær á bekkinn næst, hann á eftir að rótera Solanke og Firmino. Nú er hann komið Lallana fer að vera klár í heilan leik. Hann á bara eftir að fikta við og þetta verður bara eins og við séð áður. Hann er bara á æfingasvæðinu og sér standið á mönnum og fer í gegnum læknarliði, hverjir eru tæpir og hverjir ekki. Ég held að sé alveg tilbúin að láta eitthvað orkubolt að spila báðaleikina, sko. Ég hef ekki áhyggjur af því. City í fyrra var rosalega mikil orka sem fór í þann leik og svo seinna var bara Sunderland leikurinn, þetta var bara ónýtt viðureik. Liðin voru bara búin og þeir Sunderland kom tilbaka með einhverjum grísa aukaspyrnu og hann kom tilbaka 2-2 afvilt. Þetta er svo leiðilegt að sjá þetta svona. Við erum að segja með þessu að við getum aðeins sé Liverpool svona í standi til þess að spila kannski smá meiri fótbolta því að við þurfum sannarlega að móta þessu Burnley-liði. Þeir hafa ekkert verið að gefa færa á sér og sérstaklega ekki á heimavelli og þetta er viðureik, töpuðu ekki hérna í fyrra? Ég man ekki hvernig það var, hvernig þetta var í fyrra. Þetta var alveg í byrjun tímabilsins. Já, nákvæmlega. Þetta Burnley-lið er bara Jói Berg spila með þessu lið og alltaf. Þetta er alveg skelfilega leiðilegt fótbolta. Þetta er eiginlega bara ömurlegt fyrir fótboltan að þetta lið skuli vera í baráttunum með Evrópusæti. Þeir eru samt ekki svona boðslega mikið að pakka í vörn alla leikinn. Þeir eru alveg að hætta sér fram líka og þeir eiga alveg sín færi. Þeir eru ekki að skora neitt sérstaklega þeir eins og mútið United núna. Þetta er óboðslega þétt lið og þetta er erfitt að brjóta niður. Já, eins og mörg svona lið. Tony Pulis-liðin eru erfið að brjóta niður og eru þéttir baka og ég meina, þetta er ekkert nýtt. Þetta er svolítið. Færin þeirra eru svolítið ekki alveg sem forsendum og Tony Pulis-liðin í svona leiki. Þetta er ekki eingöngu háloftaboltar. Það ekki að vera teig og skallar. Þannig að mér finnst persónulega að þetta Burnley-lið er alveg bara drepleiðilegt fótboltalið. Ég er bara að horfa á nokkra leiki með þeim og Steini, Já. Komdu aftur inn á það, þú dast út, ég ætla bara að klippa hennar kafla. Ég var líka í íslenska landsliðið. Byrjaði aftur þar. Já, sko, fyrir mér er þetta Burnley-lið bara drepleiðilegt fótboltalið. Ég meina það þeir eru eins og í leiknum móti United, þá eru þeir að skora þetta eftir föst leikatriði, Barningur eftir aukaspyrnu í fyrra markinu, aukaspyrnu á hotspyrnu, seinna markið flott aukaspyrna, beint í vinkilinn, verður ekkert tekið þeim, annars eru þeir að dúndra þessu á pönnuna á stórum framherjum, stórum og þungum framherjum. Þetta finnst mér bara drepleiðilegt fótboltalið, bara sorry, ég meina, þú getur alveg, ef þú ert stuðningsmaður Burnley, þá getur þú svo sannarlega glaðst yfir þessum árangri og að vera þarna þetta ofarlega, engi fallbarátt og alltaf, alveg eins og við Íslendingar gleðjumst þegar að íslenska landsliðið er að ná í stig á móti þessum liðum. Það breytir því ekki að þetta er ekki skemmtilegu fótbolti sem þetta Burnley-lið er að spila. Þetta er bara algjörlega drepleiðilegu fótbolti og ef þú ert að horfa át út frá þeim vinkli að þá vona ég bara að þeir fara að hrapa niður töfluna og það hressilega, sko, því að mér finnst þeir ekkert eiga heima þarna. Mér finnst þetta ekkert, spilamennskan er þannig að þeir ekki skilið að vera svona ofalega, myndum, en sjálfsögðu eru þeir þarna út af ykkur. Þeir eru að gera hlutina rétt, en mann finnst bara ekkert fallegt við það. Herðu, Maggi, hann stökk frá eins og ég sagði á hann spáði 3-1 sigri á móti Leicester, 1-2 á móti Burnley, harður á því, hvernig sér þú út af fyrir þér?
Ég hugsa að Leicester leikurinn gæti orðið svolítið svona strempinn. Ég held við vinnum ekki nema 3-1 þar. Ok. Ég held við slátrum aftur á móti Burnley. Ég held að við förum á þann útivöll og við tökum eitthvað 4-0 sigur þar, eða 0-4. Ég held að Burnley blaðran springi með hvelli. Ánægð með eitthvað félag. Ég skítrættur við þetta Leicester-lið, mér finnst þetta hent okkur illa þetta Leicester-lið og óttast 2-2 jafntefli þar og ég svona vonast til þess að við komum betur undirbúnir eftir áramót í alvöru leikjaprógram heldur Burnley og kríum út einhvern ógeðis 1-0 sigur þar í alveg ömurlegum leik eins og þessi leikir jafnan eftir áramót. Þú ert að kapna úr björnsinni. Já, ég ætla að fara að beita taktík aftur sem hefur gefið mér vel í gegnum tíðina. Það ekkert að betra þessu spá. En Steini, ég held að við séum, þetta nú, eins og ég segi, þetta í þriðju kassetu þessi þáttur, þannig að ég held að látum þetta bara gott heita í kvöld. Við erum ansi ánægðir með fréttir dagsins og er ekki bara á þetta að segja óskar lesendum K.is og hlustendum á þessu podcasti, bara gleðilegs nýs árs. Þetta lítur mjög vel út og hefur oft verið verra. Ég sammála því Steini. Loka orð fyrir árið. Heilla kveðju fyrir K.is. Go. Já, bara gleðilegt 2018. Ég ber töluverðar væntingar til þess árs. Ég held að við eigum eftir að klára þetta tímabil með sænt. Ég held að við eigum eftir að sjá skemmtilega meistaradeildarbaráttu. Ég held að við vinnum hann ekki en við förum langt í henni og við tryggjum okkur meistaradeildarsæti ári og næsti sumargluggi verður flottur. Þannig að ég held við séum að færast nær þeim stað sem við viljum öll vera á. Þannig að 2018 verður flott ár.